En jæja, góðan dag. Verðið velkomin. Það er komið að öðrum viðburðinum í ár í fyrirlestraröðinni Forvitni frumkvöðlar sem að landshlutasamtökin að standa sameiginlega að. Ég heiti Margrét Polly og er verkefnastjóri nýsköpunar hjá Háskólafélagi Suðurlands og samtökum sunnlenskra sveitarfélaga sem sjá fyrirlesturinn hér í dag. Að þessu sinni beinum við sjónum að einu mikilvægasta en jafnframt flóknasta viðfangsefni frumkvöðla sem er fjármögnun. Við höfum fengið hana Svövu Ólafsdóttur til að fjalla þetta mikilvæga efni en hún Svava er vel þekkt í íslensku nýsköpunarumhverfi enda með margra ára reynslu. Hún starfar sem nýsköpunarstjóri hjá Háskólanum á Akureyri, rekur ráðgjafarfyrirtækið Rata og er einn stofnanda Æspan. Ég bara býð ykkur hjartalega velkomin og færi orðið bara beint yfir á hana Svövu. Gerðu svo vel. Takk kærlega fyrir Polly og ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í dag. Ég fékk hérna mjög lítinn tíma, ég hef hálftíma hérna til þess að reyna að útskýra svona mína þekkingu og reynslu úr fjármögnunar umhverfinu hérna heima og svo fáið þið tíma til að spyrja spurninga og ég ætla þess að reyna bara að komast svona hratt í gegnum efni svo við getum bara talað saman, af því það er líka svo ótrúlega mikilvægt. Ég ætla fyrir að fá að deila með ykkur glærum. Með endilega bara gefa mér svona þumalputta upp að þetta sé allt eins og á að vera. Glæsilegt, takk Polly. En vindum okkur þá í þetta. Polly kynnti mig bara vel til leiks. Takk fyrir það Polly. Ég er titla mig oft sem bara svona sérfræðingur í nýsköpun og búin að starfa í þessu umhverfi 14 ár. Ég er nýsköpunarstjóri HA og framkvæmdastjóri og stofnandi Æspan. Svo er ég englafjárfestir sjálf, er svona einn af þessum 9 englafjárfestum hérna heima. Og stofnaði hugmyndasmiði sem er vettvangur fyrir börn til að læra nýsköpun. Af því að ég er búin að vera í þessu umhverfi lengi, þá finnst mér ég þekkja stuðningsumhverfi frumkvöðla ótrúlega vel. En fyrir fólk, og ég hef heyrt þetta svo oft frá svona nýjum frumkvöðlum, þessum sem að stíga sín fyrstu skref í umhverfinu. Og að mjúta, glæsilegt. Fyrir þá sem að stíga sín fyrstu skref, þá er þetta oft bara svona eins og frumskógur, skiljið. Það er bara helling í boði og þið vitið kannski ekkert, hver gerir hvað og í raun og veru hvað hentar ykkur. Og eitt af þeim verkefnum sem ég er ótrúlega ánægð með í umhverfinu er nýsköpunargáttin Skapa. Hún var sem sagt stofnuð fyrir hvað að vera 2 árum síðan, en þar inni, og ég mæli með að allir kíki þar inn, og ég mun minna á það svolítið í gegnum þennan fyrirlestur, en þar inni má finna bara allt stuðningsumhverfið. Þar eru líka fræðslumyndbönd og alls konar, þannig að loksins, þegar ég fæ til mig nýja frumkvöðla sem eru bara svona, hvað hentar mér? Þá segi ég bara, heyrðu, kíktu inn á skapa.is og þetta náttúrulega auðveldar okkur ótrúlega mikið, okkur sem störfum í umhverfinu. En ég ætla að fjalla fjármögnunar ferlið að fjármögnunar leiðir sprotafyrirtækja. Og kannski fyrir það fyrsta að nú veit ég ekkert hvað þið eruð að búa til, þið sem eru hérna inn á fundinum. Þið gætu verið bara jafnvel ekki ennþá komið hugmynd, en eru svona forvitin þetta umhverfi. Þið gætu verið komið hugmynd og verið svona á fyrstu skrefunum að þróa hana. Þið gætu jafnvel verið komið með bara startup eða bara fyrirtæki sem er að vaxa. Þannig að ég veit ekki á hvaða stað þið eruð og það er svo gott að átta sig á því hvaða stað maður er á af því að það er mismunandi fjármögnum sem henta á mismunandi stöðum í þessu svona frumkvöðlaferli. En fyrsta mál á dagskrá alltaf sama hvar þið eruð stödd, ef að þið eruð að hugsa, ég þarf fjármagn, að þá er það þessar 3 spurningar sem er ótrúlega gott að byrja bara á að svara. Hvað þurfið þið pening í? Hvað munið þið nýta hann í? Hversu mikill er þessi peningur? Og hvenær þurfið það? Það er nefnilega þannig að þegar þeir eru til dæmis ef ég gef mér það að ykkur er að starta og er ekkert endilega komin kannski í rekstur ennþá, þeir eru ekki byrjað að selja, þá til dæmis bara fyrsta skref er að gera bara stofnkostnaðaráætlun. Og svo líka alltaf gott að gera áætlun kannski 3 ára rekstraráætlun.
Út frá þessu getið þið séð svona sirka hvaða sem þið þurfið pening í. Ef þið eru nú þegar starfandi og eru með rekstraráætlun til kannski 3 ára, þá kannski getið þið séð, já, eftir 2 ár stefnum við að því til dæmis að færa út kvíarnar, fara að selja til Danmörkur og þá geti það verið eitthvað svona kostnaður sem fyrirtæki þarf að leggja í sem þarf sérstaklega að fjármagna. En þið skiljið hvað ég meina. Þannig að allar svona áætlanir á sama hvar þið eruð á staðnum eru ótrúlega mikilvægar og við munum samt líka alltaf að þetta eru bara áætlanir og allir sem eru að lesa yfir styrkumsóknir og englafjárfestar og fjárfestar sem ég fer nánar í síðar, þeir vita að þetta eru áætlanir. En það er bara svo ótrúlega mikilvægt að gera þessar áætlanir þó að við vitum að þær standast ekkert endilega alltaf. En þarna erum við bara að greina og skoða hvers þarfnast fyrirtækið til þess að geta farið að skapa tekjur og komist í rekstur. Glæsilegt. Og til þess að svona átta sig betur á svona fjármagnsþörfinni, til fyrst aðeins að hoppa inn í næstu glæru, þá er ótrúlega gott að átta sig á að í þessu ferli munið ég sýndi ykkur áðan, þetta er svolítið einföldin hérna, hugmynd, vera startup, þróun, vöxtur og svo komið svona bara hérna góður rekstur hérna í endan, að á þessu ferli eru fjármagnsþarfir fyrirtækisins svo mismunandi og það er oft talað og þið hafið örugglega heyrt það að hjá frumkvöðlum er ákveðin svona dauðadalur. Og hvað er dauðadalurinn? Jú, það er bara þegar græna línan fer undir núllið vegna þess að fyrirtækið er ekki byrjað að selja. Það er ekki byrjað að afla tekna. Og þá eru í raun og veru bara útgjöld og þá ertu að fara bara í núllið. Og svo byrjar ekki að fikra þig upp og við aftur fyrir en þú byrjar að selja nægilega mikið til þess að mattsa það sem þú hefur nú þegar eytt í þróun. En það er sko, þannig að þú veist, þetta er ekkert eitthvað sem að er hérna eitthvað svona óskiljanlegt og bara hjá slæmum fyrirtæki. Þetta er bara málið þegar maður er með sprotafyrirtæki, maður er að gera eitthvað sem hefur kannski aldrei verið gert áður og maður þarf kannski segjum 2-3 ár bara í að þróa frumútgáfu, í að þróa lausnina og byrja að selja hana og svo framvegis. Og hérna í þessum dauðadal, þá er gott að sækja styrki og jafnvel fá þessa fyrstu fjárfesta að borðinu til þess að hjálpa mann í gegnum þetta tímabil svo maður geti farið bara fyrr að skapa tekjur og einmitt bara lifað af þennan dauðadal af því að frumkvöðlar eru bara manneskjur og þeir þurfa að borða eins og annað fólk. Það er til dæmis til að geta borgað sér lágmarkslaun og svo framvegis. Það er ótrúlega mikilvægt. Og til þess að svona sirka reikna út hvar erum við að svona break even eða hvar erum við farin að skila loksins tekjum, þá er hægt að nota til dæmis þetta sem heitir bara núllpunktagreining eða the break even point. Og þarna getið þið bæði áttað ykkur á í raun og veru hversu mikið þarf ég að selja af vörunni minni til þess að ná að koma út í plús. Vegna þess að það er alltaf einhver fastur kostnaður og svo er svona breytilegur kostnaður og þetta er ótrúlega góð formúla sem hjálpaði til að reikna út bara hversu mikið magn þarf ég að selja til að ná break even. Og það er líka þarna þetta átta sig á því bara hvenar fáum við break even og þetta er alveg spurningar sem að þeir sem eru að gefa styrki og fjárfestar vilja vita hvenær er svona áætlaður núllpunktur fyrirtækisins. Hversu mörgum mánuðum eða árum eftir starti. Glæsilegt, þannig að þetta þrennt bara, hvað vantar ykkur pening í? Er þetta til dæmis bara stofnkostnaður eða er þetta einhvers konar vöxtur eða hvað er það sem ykkur vantar pening í? Gera einhverjar rannsóknir eða eitthvað svoleiðis. Hversu mikinn pening þurfið þið og hvenar þurfið hann. Ok, þannig að þetta eru svona fyrstu atriðin varðandi það til þess að átta sig á áður maður heldur af stað í fjármögnunarferðalagið. Og nú ætla ég í þessum fyrirlestri að fara yfir nokkra mismunandi gerðir af fjármögnunarleiðum. Og fyrst ber að nefna bara bootstrapping. En það kallast líka stundum bara svona að vaxa organic og þetta þýðir raun og veru að vaxa eða þróa fyrirtækið í átt að rekstri án utanaðkomandi fjármagns. Og hér er bara verið að strappa allar ólar fast, herða ólina magan, borða núðlur, þú veist það er verið að reyna að keyra eins langt og maður getur án þess að fá utanaðkomandi fjármagn.
Þetta geti þýtt að fá sér ekki skrifstofuaðstöðu, heldur vera bara í bílskúrnum, skiljiði. Reyna að borga bara takmörkuð laun og jafnvel að vera að gera þetta svona sem side job meðan þið eruð í vinnu og fáið laun þaðan að vera að gera þetta kannski á kvöldinu og helgan og svo framvegis. Og það er dæmi nokkur félög sem hafa náð að bootstrappa sig alveg í byrjun og það getur alveg borgað sig. Vegna þess að þá er bara fyrirtæki orðið meira virði þegar þið farið til dæmis að fá fjárfestaborðinu. Svo er þetta að taka þátt í keppnum eins og bara ber að nefna til dæmis bara gullleikið sem er nú í gangi akkurat núna og ykkar eru mögulega að taka þátt í. Þar eru fyrstu verðlaun 2 milljónir. Svo eru aðra keppni til dæmis eins og á Norðurlandi Norðansbrotin, þar var 1 milljón í verðlaun í fyrra og svo framvegis. Og svo eru mismunandi svona hraðlar og sumir hraðlar, sérstaklega kannski erlendis, þeim fylgir oft eitthvað ákveðið fjármagn. Og svo er til dæmis komin eitt sem er í raun og veru ekki hraðat, heldur svona incubator, til dæmis á Norðurlandi, Drift og þau sem fjárfesta líka í fyrirtæki sem taka þátt í þeirra svona kallað hlunnur. Þannig getur maður alveg fengið eitthvað pening ef maður hefur áhuga á því og auðvitað líka alveg svakalega mikla svona umfjöllun í gegnum þetta. Og svo er það styrkirnir og það er náttúrulega, þetta er líka bara styrkja frumskógur en sem betur fer er alltaf verið að vinna í því að einfalda lífið fyrir okkur frumkvöðluna, gera þetta allt skýrara og einfaldara. Og ég ætla að sýna ykkur aðeins inn í styrkja umhverfið. En bara til þess að klára eigið fé, það kemur alveg eins og ég hef oft hitt frumkvöðla sem eru bara, já, mér vantar bara pening til að láta þetta verða veruleika. Og ég spyr, ok, hvað vantaði mikið pening? Já, mér vantar bara, 3 milljónir. Og þá hugsa maður, ok, en er kannski þessi virði bara að taka lán fyrir því sjálfur til þess að eiga það 100% í fyrirtækinu eða bara yfirdrátt ef þetta er bara 1 milljón, skiljiði. Þannig að stundum er alveg sniðugt að hugsa bara, hef ég eitthvað eigið fé til að setja í þetta? FFF eða á íslensku VAF, þetta eru Friends, Family and Fools eða vinir, vandamenn og vitleysingar. Höfum við þýtt þetta á íslensku, þetta er í raun og veru það bara ef að amma ykkar ábarðandi mikinn pening og hefur bara fulla trú á barnabarninu að fá þá kannski bara hana til að vera fyrsti svona engillinn ykkar og setja pening í verkefni. Svo er eitthvað til dæmis hópfjármögnun eins og til dæmis á Carolina Fund. Það snýst allt það að selja áður en að varan er tilbúin að fá fólk til að svona heita á ykkur að kaupa vöruna áður en hún er tilbúin og þannig safniði þessu fjármagni. Svo er eitthvað til sem heitir líka hópfjárfesting, það er reyndar engin þannig svona vettvangur hérna heima en nokkrir erlendis. Ok, og varðandi styrkina, hér lista ég upp bara svona nokkrar helstu styrktarsjóðum sem frumkvöðlar geta sótt í, eins og þú veist atvinnumál kvenna, frumkvöðlasjóður Íslandsbanka og svo eru þetta tækniþróunarsjóður með alla sína styrki og svo uppbyggingarsjóðirnir alls staðar í kringum landið. Og þið endilega náttúrulega fyrst og fremst að tjekka á uppbyggingarsjóðunum á ykkar svæði vegna þess að það er náttúrulega ótrúlega gott bara einhvern veginn að komast í snertingu við landshlutasamtökin á ykkar svæði og fá styrk frá þeim til þess að vinna að hugmyndin ykkar. Og það er þannig að inn á Skapa er þetta styrkjadaga, þar getið skoða alveg fullt af styrkjum og svo er allir styrkirnir til dæmis sem að tækniþróunarsjóður er með er komið inn á það sem kallast styrkjatorg inn á Ísland.is. Og ég fór inn á það núna daginn og mér fannst alveg frábært að vera flett í því. Ég var til dæmis bara að leita af styrkjum fyrir svona frumkvöðlastarf innan háskóla og þar gat ég skrollað og fundið alveg alls konar styrki. Þannig að það er að leita bæði á skapa.is og Ísland.is vegna þess að það er svo misjafnt hvaða styrkir henta hverjum. Til dæmis ef þú ert að vinna með matvæli, þá bara skoðuðu alla sjóðuna sem styrkja eitthvað matvæla tengt. Ef þú ert að vinna eitthvað tæknilausn, já ok, tækniþróunarsjóður og kannski frumkvöðlasjóður Íslandsbanka. Þannig að þetta er svo misjafnt svona hvað hentar hverju fyrirtæki. Þannig að endilega bara verið duglega að kíkja inn á þetta og skoða þetta. Og svo eru bara svona nokkur góð ráð varðandi styrkumsóknir. Umsóknin þarf að sjálfsögðu að sýna fram á verkefni sem lífvænlegt og þú þarft einhvern veginn í gegnum umsóknina að sýna fram á að þú sért svona traustsins virði og það er gott að velta því fyrir sér eins og til dæmis þegar maður er að segja frá sjálfum sér, er maður að draga fram réttu atriðin þegar maður er að segja frá sér, er maður ekki örugglega að draga fram ef það er teymi með mikla styrkleika og svo framvegis.
Munið að það er samt alltaf fókus á verkefnið í umsóknunum, ekki stofnandann, og ég hef séð einhverja stofnanda týnast svolítið í sjálfum sér og einhvern veginn tala bara um sjálfan sig í gegnum umsóknuna og það er náttúrulega á að vera fókus á verkefnið. Og auðvitað þarf þetta að hafa allar upplýsingar, svona hnitmiðar og bara less is more, bara ekkert vera með einhverja langlokur og svo bara skoða reglunar vegna þess að vákvæðið hitt marga frumkvöðla sem hafa eytt svo mörgum klukkutímum í einhverju umsóknir og svo átta sig bara á því að þeir get ekki sótt um hennar styrk vegna þess að þeir falla á einhverju svona styrktaratriði sem að þurfa að uppfylla. Þannig að bara please skoðið þið allar svona reglur og öll viðmið við þann sjóð sem þið ákveða að sækja í og svo bara notið þið gervigreindina. Hún er frábær í styrk umsóknarskrifum en þið þurfa að mata hana að réttum atriðum og í guðanna bænum lesið yfir. Ég var á fundi með aðilum frá Ranni sem voru að tala um bara vá, þú veist, það er frábært að nýta gervigreindina og allt það en þú veist, sumi bara lesa ekki einu sinni yfir og það er alltaf hægt að sjá þegar gervigreind hefur verið, hún er alveg víst þess að rugla fram og tilbaka. Þannig að munið þetta kemur frá ykkur þó svo að gervigreindin hjálpi ykkur að skrifa texta. Og það er bara þannig að styrki fari til þeirra sem semja framúrskarandi umsóknir. Þannig að þetta er eitthvað sem tekur tíma og maður þarf að leggja sig allan fram af því að það eru bara miklu peningar í húfi. Svo er til dæmis til einn Facebook-hópur sem heitir styrkumsóknir og það er ótrúlega gott að vera þar inni vegna þess að það koma oft bara svona góðar spurningar sem hjálpa manni þegar maður er í þessari vegferð. Höldum áfram, ég ætla aðeins að sjá hvernig tíminn er, já ok. Næst ætla ég að fjalla um svona fjárfestingar í raun og veru og það er til eitthvað sem heitir englafjárfestar. Svo er hægt að fá í raun og veru bara samstarfsaðila inn í fyrirtækið eins og til dæmis ég hef oft heyrt lítil sprotafyrirtæki sem fara í samstarf við stærri aðila og svo mögulega endar það kannski á að fyrirtæki bara kaupir sprotan og frumkvöðlarnir exita. Svo er alltaf inn í myndin líka bara að taka bankalán ef maður vill eiga 100% í fyrirtækinu. Svo er þetta fyrirtæki sem að fjárfesta og svo er þetta fjárfestingarsjóðir sem í dag kallast aðalega bara svona VC sjóðir. Og hér erum við komin aftur með myndina sem við vorum að vinna með og þið sjáið hérna fyrir neðan að þetta heitir allt svona mismunandi nöfnum vegna þess að það eru mismunandi fjárfestingastig eða mismunandi aðilar innan fjárfestingaumhverfisins sem henta hverju sinni. Og þarna var þetta erlent og ég ætlaði að nota kannski þessa mynd til að sýna ykkur og ekki panika, ég veit að það er mikið á henni. Þetta í raun og veru sýnir okkur bara að við byrjum hérna á hugmyndastiginu, sjáuð þið músina mína. Við erum hérna á hugmyndastiginu, þar er founderinn bara einn. Heyrðu, hann ákveður að það þarf einhverja fleiri í þetta teymi en hann fær með sig co-founder og þeir ákveða bara að skipta fyrirtækinu 50-50 vegna þess að co-founderinn kemur svo öflugur inn og tekur hugmyndir á næsta stig. Svo family and friends og fool stundu kallað, þú veist, þegar þeir eru að koma inn alveg á fyrstu stigunum og þetta er kannski bara ennþá hugmynd, þá er það þannig að hann, þessi frendi, tekur kannski 5%. Þá sjálfsög minnkar hlutur stofnendana og sömuleiðis búa þeir til dæmis til option pool fyrir kannski næsta teymismeðlim sem kemur inn, ákveður að gefa sig allan í fyrirtækið og fá eitthvað hluti í fyrirtækinu í staðinn. Svo er það sem kallast svona fræstigið, þar er komin inn engill, alltaf minnkar hluturinn hérna hjá founderunum, svo kannski fer maður í Series A sem er svona fyrsta stig VC fjármögnunar oftast, þar er komin einhver VC sjóðurinn og alltaf minnkar hlutur founderins eða stofnandans og svo er maður skráður á markað og þá náttúrulega finnist hluturinn ennþá meira. En það sem er svo mikilvægt að átta sig á í þessu ferli til dæmis er að stofnandinn í byrjun á 100% og hann endar hérna með 17,6%. En það er gott alltaf að átta sig á því að 100% af engu virði er náttúrulega bara 0 krónur en 17,6% af alveg bara mjög miklu virði er náttúrulega miklu meiri peningur. Þannig að þetta ferðalag að fá inn til dæmis fjárfesta í fyrirtækið, það er ekkert slæmt vegna þess að fjárfestar náttúrulega koma með fjármagn þegar það þarf á því að halda til þess að keyra hraðar og þar með ná að selja meira og þar með auka virði fyrirtækisins. Þannig að allt þetta finnst mér bara svona falleg svona eitthvað svona samvinna.
Og að því að ég var að tala hérna Series A og Seed sem fræ og svona, þá bara rétt til að útskýra, hérna á Íslandi tölum við ótrúlega oft bara fyrir fræ sem pre-seed, þar eru oftast englafjárfestar að koma inn. Bara svona eiginlega alveg í byrjun kannski aðeins upp á fræstigið, en seed stigið, það eru nokkrir VC-sjóðir á Íslandi sem koma inn á því stigið, til dæmis Crowberry Capital talin vera svona seed-sjóður. Svo það Series A sem talin að sé svona fyrsta VC fjármögnunarstig sprotafyrirtækja og hérna erum við að tala 100+ milljónir. Ok, þannig að þetta svona misjafnt, eins og englar hérna heima að koma með inn kannski 2 upp í 30 milljónir í byrjun. Og ef þetta eru 30 milljónir þá eru kannski nokkrir englar að hópa sér saman. Ok, Series B, hérna fyrirtækið alveg að fara að vaksa út fyrir landsteinana og allt það, til dæmis var Iðunn sjóður hjá Kviku, þeir eru bara í Series A og svo Series C og fyrir ofan, það eru þessi vaxtasjóðir og jafnvel bara erlendir vaxtasjóðir. Ég veit að það virkar kannski svolítið flókið, en ég ætla að fara aðeins yfir að því að við erum að tala englafjárfesta og hvað englafjárfestir? Jú, þetta bara fjársterkur aðili sem fjárfestir sínum eigin peningum í sprotafyrirtækjum á fyrstu stigum. Og af hverju kallast þetta englar? Jú, þetta einhver löng saga hvað það varðar, en ég hugsa líka ótrúlega ofta að þetta eru svona englar sem eru tilbúnir í raun að vera að taka ótrúlega mikla áhættu. Vegna þess að fjárfestinga áhættan alltaf langt mest í byrjun. Þegar fyrirtækið bara svona rétt á fyrstu stigunum og það maður veit ekkert hvort það verður að ykkur eða ekki. Og ISBAN sem við sagðum ykkur frá í byrjun eru svona samtök englafjárfesta. Þannig að við erum fyrst og fremst samtök fyrir fjárfestana. Við erum að mynda tengsl, við erum að hjálpa þeim að fá aðgengi að tækifærum og við erum að hjálpa þeim að kynnast þannig að mögulega geti þeir fjárfest saman í einhverjum fyrirtækjum. En ISBAN býður líka upp á þjónustu fyrir frumkvöðla vegna þess að það alls ekkert allir frumkvöðlar sem bara þekkja 10 englar sem þeir geta að tala við. Þannig að það sem við býðum upp á að frumkvöðlar sem eru að fara að sækja englafjármagn, þeir geta sent inn umsókn og þannig geta englarnir okkar fengið að skoða þær og svo veljum við reglulega frumkvöðlar sem koma á kynna fyrir fjárfestana og taka svona samtal við fjárfestana. Þannig að, og þetta líka eins og ég sagði, þetta tekur náttúrulega tíma að búa til umsóknina og svo framvegis, en það kannski líka bara gott að átta sig á því að öll fjármögnun, hvort sem það styrkumsóknir eða samtölu við fjárfesta og að fara í raun og veru í fjárfestingarlotu með fjárfestum, þetta tekur tíma. Hér bara svona síðan yfirleitt yfir þessa helstu sjóði og englasjóði líka. Og svo bætti ég við til hliðar að því að Drift fjárfestir og svo var verið að stofna nýjan sjóð, fjárfestingarsjóð sem heitir Landvættir sem ætlar að einbeita sér að því að fjárfesta í sprotafyrirtækjum fyrir utan höfuðborgarsvæði. Þannig að hérna sjáið, Nordic Ignite, það til dæmis englasjóður, hérna MGMT, það líka svona englasjóður og svo hérna fyrir ofan til dæmis nýsköpunarsjóðurinn Kría sem hefur líka verið að fjárfesta svona lægri upphæðum 20-30 milljónum oft. Crowberry Capital, Frumtak, Reik, VC, Brunnur, Kvika og svo eru hérna vaxtasjóðirnir Vex og Alfa Framtak. Þannig að sjáið og það segir ykkur ekkert mikið að sjá öll þessi logo endilega en þið getið farið inn á skapa.is eða heimasíður þessara aðala og séð hvort að þetta gæti mögulega henta og það sem gott að átta sig á að þó svo að ykkur sjóður segir nei við ykkur þá þarf það ekki að þýða neitt ykkar hugmynd, það getur bara þýtt eitthvað að fjárfestingarstefna sjóðsins henti ekki þínu fyrirtæki. Þannig að þið þurfum líka svolítið átt ykkur á því. Glæsilegt og aftur inn á skapa.is yfirleitt yfir alveg fullt af flottum fjárfestum og fjárfestingarsjóðum, þannig að endilega kíkið á það. Og svo bara rétt svona í lokin fjárfestingaferli vegna þess að þetta eiginlega svona, við getum alveg ímyndað okkur að þetta sé eins og tilhugalífið og það gott að átta sig á því að þetta ekkert eitthvað sem gerist bara bim, bara búm, heldur þarf svona einhver undanfari að fara fram. Þannig að ef þið eru komin á það stig að þið eru að hugsa bara ok, nú ég tilbúin að fara að tala við fjárfesta. Það alveg 1 ár þangað til að við þurfum að loka X miklu fjármagni til þess að
geta hafið að byggja gróðurhúsið sem mun framleiða öll vínberin fyrir okkur. Ef við tekjum eitthvað dæmi sem bara dettur í huga því að horfa á Polly. Að þá fyrsta lagi þurfið þið náttúrulega að shine ykkur, gera ykkur álitleg og hvað þýðir þetta? Jú, bara fara ótrúlega vel yfir allt innan fyrirtækisins. Það eru engar beinagrindur. Við erum með alveg á hreinu hversu mikið fjármagn við þurfum, hvenær við þurfum það, í hvað við ætlum að nota það. Allir hluthafarnir eru virkir og flottir eða þarf að gera ykkur breyting á hluthafarskránni og svo framvegis. Þannig að þarna eru þið bara að undirbúa ykkur. Svo þarf að vera sýnilegur, koma sér á framfæri. Og það til dæmis bara, til dæmis hægt að gera það í gegnum Æspan, þar eru þið sýnileg. En svo það líka bara ótrúlega mörg góð ráð sem hægt að finna á netinu. Ég til dæmis með fréttabréf frá henni Rasju Skóland sem að ég hitti á Tech Barbecue, mér fannst hún svo sniðug og þetta var eitt af hennar fréttabréfum var bara hvernig gerir maður og byggir upp sambönd við fjárfesta og þetta getur tekið alveg svolítið langan tíma og maður getur, byggir upp náttúrulega sitt persónulega brand í auk þess að koma fyrirtækinu á framfæri, segja já við að tala á ráðstefnum, vera sýnileg, tengjast þessum fjárfestum til dæmis á LinkedIn og vera með viðburði jafnvel, vera í einhverjum hraðli eða svona incubator og bjóða jafnvel einhverjum fjárfesti sem þið ykkur líst rosalega vel á sem bara ráðgjafi í fyrirtækinu og svo framvegis. Þannig að það borgar sig alveg að byggja upp svona samband eins og til dæmis bara mæta á viðburði þar sem eru fjárfestar sem eru oft inn á ykkar svæðum, eru bara eitthvað svona loka viðburðir í hröðlum eða einhverju frumkvöla viðburðir. Og svo þegar maður búinn að vera sýnilegur og kannski komið auga á einhverja fjárfesta og þeir eru konur með auga á ykkur og finnst það sem þeir eru að gera áhugavert, þá þarf náttúrulega bara að kynnast. Vegna þess að þetta er bara eins og tilhugalífið og það tekur tíma að kynnast. Og alveg eins og að fjárfestar vil ekki fjárfesta í hverjum sem þá það líka þannig að þú vilt ekki fá hvern sem að borðinu til þín. Þannig að þú verður líka að vita hvað viltu. Hvernig fjárfesti viltu? Hvað viltu að hann sé svolítið hands-on eða tilbaka? Þú vantar þig, hvernig aðila vantar þig, með hvernig tengingar, með hvernig reynslu og svo framvegis. Þannig að þetta ekki bara svona one-way street, þið þurfum líka að vera með kröfur á hvernig aðila þið viljið fá inn. Og þegar maður í þessu ferli að kynnast, þá sjálfsögðu þurfið þið náttúrulega að vera með fjárfestingakynningu og hér bara til að sýna ykkur svona uppskrift af fjárfestingakynningu og hvað þarf að koma fram og til dæmis allt þetta, það þarf að fylla það út í umsókn til Æspan, svo ég sé tek dæmi. Þannig að fjárfestakynning bara kynning þar sem þið eru að reyna að koma öllu bæði konseptinu sem þið eru að vinna með en líka upplýsingum, það askið. Það bara hvað það að biðja í þessari fjármögnunar lotu og þannig að þið þurfið líka að kynna það. Og alltaf, ég tala við náttúrulega mjög marga fjárfesta og ég spyr það ótrúlega oft bara hvað svona mikilvægast að þið skiljið þegar þið heyri svona fjárfestakynningu. Alveg svo ég talaði að áætlanir eru bara áætlanir og við vitum öll að það breytast, fjárfestar vita það líka, en þeir tala allir að það mikilvægasta fyrir mig að skilja vandamálið sem verið að leysa og skilja fyrir hvern lausnin það að segja hver á þetta vandamál og hvernig lausnin virkar. Þannig að það það mikilvægasta fyrir fjárfesta og svo það náttúrulega líka bara að vera svolítið hrifin af stofnendunum, að fá að kynna stofnendunum og sjá það og stofnendur til dæmis sem hafa í huga að bara reyna að fá fjárfestana til að skilja bara hvernig heimurinn verður betri ef að fyrirtæki mitt nær markmiðum sínum eða bara ég svona nái að sannfæra fjárfestin að þetta sé raunhæft og bara að hann að vera með mér í að gera þetta. Þannig að við höfum ekki gleyma því að svona draumar, þeir eru svo öflugir. Þannig að það líka ykkar hlutverk sem frumkvöðlar að fá fólk með ykkur í lið og þá þarf maður að vera svolítið góður í sölutækninni og geta kynnt á krafti og svo framvegis. Og svo náttúrulega síðasti parturinn í þessu fjárfestingaferli bara viltu giftast mér og það bara skrifa undir samninga, ákveða hvernig allt og svo framvegis og það tekur líka tíma. Þannig að þá ég búin að fara yfir allar þessar fjármögnunarleiðir sem að standa til boða fyrir frumkvöðla í dag. Ég vona að þetta hafi gagnast ykkur og kannski bara rétt í lokin aftur brýna fyrir ykkur. Fyrsta skrefið alltaf bara þurfið þið pening eða getið gert þetta sjálf og þá hvað þurfið mikinn pening, hvenær og í hvað.
Og svo náttúrulega það er bara ótrúlega gott þó að þurfið ekki pening núna að fara að byrja að skoða bara hvaða fjármögnunarleiðir henta ykkur. Eru þið til dæmis bara fyrirtæki, bara við viljum ekki fá fjárfesta. Ok, þá bara er hægt að einbeita sér að þau skoða styrki. Og bara munið að fjármögnun tekur tíma og vinnu, það er eiginlega ótrúlegt, ég þekki svo mörg sprotafyrirtæki lítil þar sem það er bara eiginlega bara einn aðili sem er bara í þessu og oftast er það sko framkvæmdastjórinn. Hann er bara í fjármögnun og þetta bara tekur allan tímann. Og ekki einmitt taka inn fjárfesta fyrir en þið þurfið á því að halda vegna þess að svo lengi, þið eru náttúrulega alltaf að skapa meira og meira virði inn í fyrirtækjum þannig að það verður verðmætara. Þannig að ekki taka það inn fyrir en þú veist þegar þið finnir bara, ok, núna þurfum við fjárfesta til að komast á næsta skref. Og svo muna líka bara, enginn er eyland og ekki heldur lítil frumkvöðla teymi og bara vinnið gaggjart í því að efla tengslanetið ykkar og sýnið hugrekki líka í að sækja þann stuðning sem er í boði í kringum fjármögnun. Bara, þú veist, þetta er þarna fyrir ykkur mjög mikið af þessu, bara ókeypis, alls konar hraðalar eins og startuplandið, þú veist, bara sækið í þetta allt, sækið í landshlutasamtökin, fáið þið stuðning. Þá segi ég bara takk og aðeins yfir tímann, 2 mínútur, en þegar glöð við spurningum ef að ykkur eru ennþá eftir þessa yfirferð hjá mér. Það er alveg fullt af fólki ennþá og mér langar að bjóða okkur að rétt upp hend ef þið eru með spurningu. Það er smá erfitt að fjalla þetta bara á 30 mínútum. En ég vona að þetta hafi gengið ágætlega. Ég vona að séu einhverjar spurningar eða hvort þetta hafi bara verið svona svakalega skýrt hjá henni. Sjáum aðeins hvað gerist. Næsti fyrirlestur landshlutasamtakanna verður eftir mánuð, þriðjudaginn 3. mars klukkan 12 og þar verður fjallað markaðsmál. Þannig ég hvet ykkur til að fylgjast með síðum landshlutasamtakanna og skrá okkur þegar það verður auglýst. En eru engar spurningar? Ég ætla bara að henda einn spurningu fyrir hana til að opna. Hvernig er best að hefja samtali ef þú ætlar að sækja til fram fjárfesta? Hvernig er best að hefja samtalið? Já, við erum alltaf svo ótrúlega heppin á Íslandi að þú veist, það er líka við bara hægt að taka upp tólið og hringi fólk. Og ef þú ert að tala til dæmis vísisjóði og þú ert orðin tilbúin í það að fara að sækja fjármagn hjá vísisjóði, þá er það bara að senda tölvupóst og spyrja, ég með þetta verkefni, gæti þetta henta hjá ykkur og má ég koma og kynna það og þá fáið þið bara fund. Svo eru til dæmis svona englasjóðir eins og Nordic Ignite, það er bara umsókn á netinu að fá að koma og kynna og þau svo bara meta umsóknar, hentar þetta okkar fjárfestingarstefnu og bjóða þær þá á fund. Og í þriðja lagi sem ISPAN, þar er það bara umsókn líka og vanalega við síum þetta aðeins ef þetta er bara ekki passar ekki okkar neti sem er mjög sjaldan að þá bara er þetta komið og orðið aðgengilegt fyrir alla fjárfestana. En í raun og veru snýr þetta bara það bara að kynnast fjárfestum og svo kynna hugmyndina fyrir þeim og athuga hvort þeir verða hrifnir. Svarar þetta spurningunni, Magnús? Takk kærlega. Takk. Það er spurning á spjallinu, hvort sé mögulegt að horfa á fyrirlesturinn. Já, hann verður tekinn upp og ég mun senda hlekk á það á alla sem eru skráðir. Ég kannski talaði svona hratt að fólk bara náði bara helmingnum. Þú svaraði eiginlega spurningunni fyrir mig. Ég ætlaði einmitt að spyrja út þessar glærur, hvort maður getur fengið að sjá þær, eða þú veist, en þú ert búin að svara spurningunni. Já, það verður upptaka. Annars bara takk fyrir mig, þetta var mjög vel framfært. Takk, Sigga. Lína, ert þú með spurningu? Já, hæ, takk Sofa, alltaf áhugavert að hlusta á þig. Ég ætlaði bara að spyrja, kannski er þetta ekkert sem þú getur svarað mér, en nú eru allar þessar breytingar, nú eru breytingar á sjóðum fyrirhugaðar. Hefur einhvern veginn horft á það hvort að það gerir frumkvöðlunum auðveldara fyrir eða erfiðara fyrir eða, já, hvernig heldurðu ef þú hefur eitthvað geta kynnt þér það að þessar breytingar geti haft áhrif á
frumkvöðla. Já, ég held sko að það er langt síðan, nokkur ár síðan að það var byrjað að tala um það að það ætti að fara að gera breytingar á styrkjita umhverfinu og þá aðalega á þessum styrkjum sem eru á vegum hins opinbera. Og ég var nú bara að sjá það bara núna í síðustu viku að styrkjatorgið væri komið upp, ég vissi það ekki. Þannig að strax bara auðveldar þetta aðgengi, þetta er svona bara viðmótið miklu flottara og svo er náttúrulega komið þá umsóknarkerfi fyrir alla þessa opinberu styrki sem er bara eins. Og ég held að það líka breyti ótrúlega miklu af því að þú veist, þetta er náttúrulega eins og ég vorum að tala það tekur þetta svo ótrúlega langan tíma fyrir frumkvöðla að vera í styrkumsóknum, það tekur langan tíma að skrifa og fínpússa, senda inn og allt þetta. Þannig að ef það er hægt að bara, til dæmis bara notenda hönnunin á umsóknarforminu, ef hún er orðin betri, ef að yfirlitið er orðið betra, þetta hjálpar allt og svo auðvitað líka, vona ég, og að það verði eitthvað saminað í sjóðum, þannig að þú veist, til dæmis eins og, bara saminað þannig að þetta sé bara stærri sjóðir heldur en svona margir litlir, þannig að maður þurfi alltaf að vera að velta fyrir sig hvar í ósköpunum á ég heima með mína hugmynd. Svarar þetta spurningunni, Lína? Algjörlega, takk hérlega. Má líka setja spurningu bara í tjatti ef ykkur þannig, já, Vala, hæ! Hæ, takk fyrir þetta inngrip og fyrirlestur. Ég er að spá, ef að, eins og þú veist að stinga upp á, ef að þessi sjóðir eru saminaðir, ertu þá ekkert hrædd að það eru þá færri styrkir eða stærri styrkir á færri einstaklinga og þá færri litlir sprotar? Nei, já, sko, ég held að það sé alltaf hugsað út í þetta, eins og til dæmis tækniþróunarsjóður byggður þannig upp að það er fræstyrkur sem er þarna fyrir frumkvöðla á fyrstu skrefum. Svo er sproti fyrir þá sem eru komnir aðeins lengra og svo er vöxtur fyrir þá sem eru komnir enn lengra. Þannig að ef að sjóðirnir eru svona saminaðir, þá er náttúrulega sjálfsögðu verið stærri pottur, en ég held alltaf að við muni halda í þetta algjörlega fyrsta fjármagn, þessa lágu styrki. Og svo náttúrulega eru líka aðrir aðalega sem eru aðalega fókus á það eins og uppbyggingarsjóðirnir. Þannig að ég held að það er náttúrulega bara hlutverk okkar í stuðningsumhverfinu að passa upp á frumkvöðla hvar sem þeir eru í þessum stiga í raun og veru. Þannig að nei, ég hef ekki áhyggjur af því. Það er óslega bjartsýn að þetta sé alltaf mjög góðri leið. Ekki. Já, en svo er líka svo áhugavert að því að þeir eru held ég langflest stödd fyrir utan höfuðborgarsvæði. Að það er ótrúlega áhugavert að til dæmis eru við hjá Æspa núna að vinna með Polly á Suðurlandi í að draga fram svona þessa sunnlensku englafjárfesta og byggja upp betri tengsl við þau þannig að þau fái líka upplýsingar þau sprotafyrirtæki á sínu svæði sem eru að leita að englum. Af því að ég trúi því að það eru mjög margir englar sem vilja fjárfesta í sínu nær umhverfi. Og einmitt ótrúlega gott líka fyrir frumkvöðla að fá engil sem er bara þú veist, í sama landshluta. Það getur það verið með meira svona hands-on stuðning, sko. Hver er típisku blaðsíðu fjöldi í styrkumsókn? Guð, þetta er allt frá því að eins og til dæmis í fræ, þar þarftu bara að skila inn svona glærum. Bara eitthvað 10 glærum. Og held ég 1 mínútu myndandi. Upp í að vera bara margar blaðsíður. Og sem betur fyrir líka bara ákveðnir aðilar sem sérhæfa sig í að hjálpa frumkvöðlum að sækja styrki. Þannig að það er til fullt af þannig fólki sem eru bara sérfræðingar í að skrifa umsóknir, en þau geta aldrei skrifað það fyrir ykkur, heldur bara hjálpað ykkur. Ok. Þetta er svona seinasti séns eða nei, að koma þarna ein í viðbót, hvað fá englafjárfestar fyrir sitt framlag? Ok, sko, ótrúlega oft er það þannig að englafjárfestar vilja gefa tilbaka sem þýðir að þeir eru búnir kannski að vera með sprotafyrirtæki og búin að selja það, búin að exita og eiga fjármagn og hugsa bara að því að þeir eru svo miklu frumkvöðlar, bara í eðli sínu einhvern veginn, að þeir vilja hjálpa næsta frumkvöðli og í raun og veru gefa þá reynslu, þekkingu og tengslanet líka, því að englafjárfestar gera það, þeir gefa ykkur upphæð og svo styðja þeir frumkvöðlateymi með sinni reynslu, þekkingu og tengingum. En það sem að englafjárfestar fá fyrir sitt framlag auðvitað þeir eignast hlut í fyrirtækinu, berjast síðan með frumkvöðlunum að gera fyrirtæki að einhverju verðmætu, gera fyrirtæki verðmætt
og svo kannski þegar vísisjóðirnir ætla að fara að fjárfesta í fyrirtækinu, þá myndi englafjárfesturinn kannski selja sinn hlut og þá vonandi hagnast hann vegna þess að hluturinn hans orðinn mun verðmætari kannski eftir 5 ár þegar hann ákveður að selja hlutin. Þannig að auðvitað eru englafjárfestar líka að veðja á fyrirtæki sem muni geta skilað hagnaði. Þannig að en þess vegna til dæmis englafjárfestar fjárfesta sjaldnast í bara einu félagi, þeir fjárfesta oft í fleirum til að dreifa áhættuna vegna þess að sum fyrirtækin verða að engu en önnur kannski meika það. Hvernig best að bera sig af við að verðmæta fyrirtækið eða hugmyndina sína? Stóra spurningin. Já, þetta höfum við talað fram og tilbaka bara í stuðningsumhverfinu og hjá Æsland. Það engin ein regla hvernig þú verðmetur fyrirtæki. Og það ótrúlega erfitt að verðmeta fyrirtæki. Þannig að við til dæmis hjá Æsland trúum því eiginlega bara að verðmat fyrirtækisins eiginlega bara að fara fram þegar fyrsti fjárfesturinn kemur að borðinu. Og þá sé farið í samningaviðræður að hvernig við verðmetum fyrirtækið varðandi þá hluti sem verið að útdeila til dæmis til fjárfesta. Vegna þess að það er svo oft sem ég hitti fólk sem kannski bara með hugmynd og búin að vera að vinna því í hálft ár og ætla bara að verðmeta félagið á 400 milljónir. Þú veist, þetta svo erfitt og afstætt einhvern veginn og þú getur eiginlega ekki, eins og ég segi, verðmetið það fyrr en einhvern veginn með fyrstu fjárfestum. En það til alls konar leiðir, þið getur skoðað alls konar hjálpargögn til þess að hjálpa þér að verðmeta fyrirtækið en ég myndi ekki vera einhvern veginn að hafa allt of miklar áhyggjur af því, bara vitið þið það sem þið vitið og verið síðan bara tilbúin að fara af samningsborðinu til að ræða það. Einhver seinasta spurning, einhver sem henda út einni viðbót? Já, fyrir ekki, eitt líka sem hægt að gera að hægt að segja bara ég tilbúin að selja 10% hlut í fyrirtækinu mínu til þín fyrir 25 milljónir og þá veistu hvað verðmatið skilur það, þegar þetta var 10% á 25 milljónir og þá veistu að verðmatið hvað 250 milljónir. Þú veist, það líka þetta að gera það í fyrsta rándi. Fyrir ekki, Polly? Nei, bara frábært. Einhver lokaspurning? Þá ætlum við bara að slúta þessu dag. Takk kærlega fyrir þennan frábæra fyrirlestur, Svava, og takk kærlega fyrir þáttökuna, öll þið sem tóku hádegishlé ykkar í að mæta. Og við sjáumst bara eftir mánuð. Takk.